Já, Óskar, 3-3 jafntefli hérna á heimavelli innan gæsalappa, bara þvílíka senu, hvernig er svona þín fyrstu viðbrögð? Nei, fyrstu viðbrögð eru bara þau að ég er alltaf ekkert eðlilega stoltur af liðinu mínu. Ég er stoltur að því. Var þessi leikur hendi okkur helling af áskorunum sem að menn tókust á við og þú veist, á einhverjum tímapunkti í seinni hálfleik þurftum við að fara í 3 manna vörn og svo vorum við ekki með, þeir voru náttúrulega ekki með neina varnarmenn heldur vegna þess að 2 af þeim hafa aldrei spilað hafsend, þannig að þú veist, mér fannst þetta það minnsta sem við áttum skilið. Mér fannst þetta vera betri fyrsta hálftíman, Valsararnir vissulega mjög sterk í síðasta korteri í fyrri hálfleik en mér fannst seinni hálfleikurinn fannst við vera miklu sterkari í seinni hálfleik og þetta er að minnsta sem við áttum skilið. Ég er óhemju stoltur af liðinu. Ég er auðvitað ekki síður stoltur af ungum mönnum sem kom inn á spila og Sigga Bregga og Alexander Rafni sem að kom inn á og gera sig gildandi. Er ekki bara þarna með, heldur eru bara raunverulegi þátttakendur sem við breykir að spila 90 mínútur og er frábær. Þannig að þetta er hluti af því sem að KR snýst í dag. Það er það að KR sé fyrir KR-inga, KR sé staður þar sem og lið þar sem að menn sem að standa sig vel í yngra flokkunum og eru efnilegir að þeir ekki fá að spila. Og það skiptir í raun og veru engu máli hvað þeir eru gamlir, ef þeir eru nógu góðir þá nógu gamlir. Þannig að ég gæti bara ekki verið hamingjusamari. Eins og segir, fyrstu 30 mjög góðar, svo hérna kemur Valur, svarar, kemur tilbaka, þeir sýnir bara karakter og hérna jafni tvisvar eftir að hafa lent 2-1 undir og svo 3-2. Jafnið hann í lokin. Já, og mér fannst einhvern veginn, ég upplifði það þannig, samt á hliðarlínunni að við mistum aldrei trúna. Það skipti engum máli hvort það var í 2-1 eða 3-2 fyrir þeim að þó að það var lítið eftir þá upplifði við leikmenn sem þeir hefðu fullt að trúa að þeir getur farið fram og jafna leikinn og þannig að ég bara, þetta er bara stórkostlegt. Ég er bara himinlifandi með þetta. Aðeins út í dómaran, það er ein tækling sem ég vildi spyrja út í, þannig að Tryggvi Rafn kemur í áspjörn, það eru ljósmyndir sem sýna fyrir klálega í ökklana á honum og virtist vera mjög ósáttur skiljanlega á liðinu. Já, auðvitað reynir maður einhvern veginn að, það leit ekki vel út en ég skal alveg vera heiðarlegur með það. Ég sá alls ekki nákvæmlega hvað gerðist. Þess að geta að sjá þetta aftur? Nei, ég hef það fyrir síð að horfa ekki aftur á brot á meðan að leik stendur vegna þess að það gerir ekkert annað heldur en að taka mann úr augnablikinu og búa til einhvern pirring mögulega sem að smita síðan inn á völli. Þannig að ég tel bara mikilvægt að ekki töða einhverja halva mínútu og svo bara þetta búið, en ef ég fær að skoða þetta þá myndi ég einhvern veginn, geti ég verið bara pirraður í 25 mínútur eftir það, hvort sem að það er að ræða mögulega víti eða ekki víti eða aukaspyrnur eða ekki aukaspyrnur. Hann dæmir þetta og hann er að gera sitt besta og ég get ekki sett út á þetta var bara tækling og það er eins og það er, en hann var búinn að dæma hérna aðeins á undan, hérna rétt fyrir fram á nokkur og sem ég fannst vera, þannig að ég svona, kannski ekki alveg sama lína en bara, hann tók stór ákvörðun lokin, dæmdi víti og þannig að ég get fyrirgefið honum margt og hann helgaði mig gæl í dag. Ég var hann upp í stúku og horfði á þetta þegar hann dæmdi víti, ég var ekki alveg að átta mig á hvað skeið hana. Ertu búinn að fá okkur skýringar frá leikmönnum þínum eða sástu hvað skeið hann í tegnum? Nei, eina sem ég hugsaði var bara að við fengum víti og jöfnuðum sanngjarnt, þannig að það er það sem skiptir máli. Hvað gerðist, það geta aðrir skoðað það. Takk hérlega, Óskar.